Hver er munur á leikhúsi og bíó? Sko, mér finnst ekkert í sjálfu sér ekki stór munur á leikhúsi og bíó. Þetta er bara frásagnarmiðill, en svona tækin eru aðeins öðruvísi og hvernig þú notar til að segja frásagnina, en raun og verið þetta að leita eftir mjög svipuðum áhrifum. Þú ert að reyna að tengja á áhorfandann, þú ert að spegla hann, þú ert að vekja hann til umhugsunar, þú ert að skemmta honum, jafnvel að græta hann, og helst láta hann kannski líta aðeins inn á við að skoða eigið líf. Og þess vegna finnst mér þetta mjög gaman að fara á milli þessara miðla. Þegar ég las Snertingu féll ég algjörlega fyrir bókinni og svo þegar ég las þetta þá var ég ætlaði ekki að koma í leikhúsið. Þannig ég var svona tældur inn í leikhúsið á einhverju leyti því ég var ekki á dagskrá hjá mér. Það er stundum bara þegar maður fellur fyrir einhverju, þá bara tekur það mann og maður bara, þú veist, þetta er eins og maður verður ástfanginn, maður er ekkert eitthvað, maður er aldrei ásttekinn til þess að vera ástfanginn, bara ef maður verður það, þá er bara tekinn og ef maður er hrifinn af einhverju og þá bara einhvern veginn, þá opnast einhverja gátti sem maður bara finnur út úr því. Þetta er algjört draumakast og það er líka áhugi minn að koma í leikhús, er að fá að vinna með leikurum sem að mér finnst spennandi, alveg frábært að vinna með þessum krökkum. Og ég segi krakka, þau eru allar svona 50. En þetta er bara svona fólk sko, margt það sem er algjörlega í svona á hátindinu. Það stendur á svona það sem hefur náð fullkomnum völdum á þessari, ef þú nærið einhvern tímann valdi á þessari listgrein, þá eru þau á þeim stað. Mér langar að fólk svona líði óþægilega stundum í leikhúsinu, en finnist líka ógeðslega gaman. Og eigi svo skemmtilegar samræður þegar að koma út á eftir. Og ég hef stundum vitnað í Kieslowski, sem er frægasti kvikmyndagerðarmaður heims, pólskur, og hann sagði, sko, ég er ekki að reyna að breyta heiminum, ég er að reyna að eiga samtal við hann.